Í stóra fíkniefnamálinu frá árinu 1999 fylgdist lögregla með hverju fótmáli manna sem hún grunaði fíkniefnasmygl. Rannsóknin stóð yfir mánuðum saman. Markmiðið var að þurrka út smyglhringinn. Í lok maí 1999 bárust lögreglu upplýsingar sem urðu upphaf umfangsmesta fíkniefnamáls Íslandssögunnar. Sagan hefst hins vegar utan landsteinanna 4 árum fyrr. Gunnlaugur Ingibergsson byrjaði í sumarvinnu hjá Samskipum þegar hann var 19 ára. Gunnlaugur hóf störf hjá Samskipum í Kaupmannahöfn í nóvember 1995. Hann sá þar ýmsa pappírsvinnu og útbjó meðal annars farmpappíra. Eftir að Gunnlaugur fluttist út til Kaupmannahafnar byrjaði hann að reykja hass. Hann var í góðri aðstöðu til að koma fyrir varningi í gámum sem fluttir voru heim. Gunnlaugur sá þarna leið til að hagnast með því að smygla fíkniefnum hingað til lands. Hann keypti hass í Kristjaníu og skömmu fyrir jólin 1997 hringdi hann til Íslands í bróður sinn, Andrés, sem var 7 árum yngri. Andrés hafði verið sumarstarfsmaður hjá Samskipum í Reykjavík. Gunnlaugur spurði Andrés hvort hann gæti tekið sjónvarp fyrir sig úr gámi og afhent öðrum manni. Andrés gerði það og eftir á sagði Gunnlaugur bróður sínum að inni í sjónvarpinu hefðu verið nokkur kíló af hassi. Þetta var byrjunin á skipulögum innflutningi fíkniefna. Gunnlaugur gaf Andrési upp númerið á gáminum þar sem finna mátti sjónvarp eða önnur tæki með fíkniefnum í. Hassið var límt inn í tækin. Kassar með fíkniefnum voru líka settir beint á bretti. Gunnlaugur bjó sömuleiðis til falskar sendingar, setti einhverja kassa og drasla á bretti, fíkniefnin þar á milli og plast yfir. Hann útbjó síðan pappíra og stílaði á hina á þessa. Þeir sem tóku við efnunum heima, í byrjun Andrés, vissu á hverra nafni sendingarnar voru. Brettin voru sett í einhverja hillu í vöruhúsi Samskipa í Sundahöfn, en áður var búið að fjarlægja fíkniefnin. Enginn sótti þessar sendingar. Hassið fór hins vegar sína leið til kaupendana hér heima sem síðan seldu það áfram. Kílóin skiptu tugum. Herbjörn Sigmarsson, matreiðslumaður, bjó líka í Kaupmannahöfn þetta leyti. Hann var kunnugur undir heimum Reykjavíkur og þegar erfiðleikar gerðu vart við sig í sölunni, bauð Gunnlaugur honum að vera með í smyglinu. Herbjörn ákvað að slá til. 2 af þeim sem keyptu fíkniefnin heima voru Ólafur Ágúst Ægisson og Sverrir Þór Gunnarsson. Þeir hefðu lengi verið vinir og voru jafn gamlir, fæddir 1972. Báðir neyddu fíkniefna en færðu nú út kvíarnar svo munaði í dreifingu og sölu. Tvímenningarnir voru kunningjar Herbjörns Sigmarssonar og kynntust síðan Gunnlaugi þegar þeir fóru út til Kaupmannahafnar. Félagi Sverris Þórs og Ólafs Ágústs var Júlíus Kristófer Eggertsson, sem var jafn gamall tvímenningunum. Hann og Sverrir keyptu íbúðir í Reykjavík, gerðu upp og seldu. Júlíus hafði setið í fangelsi fyrir fíkniefnabrot. Hassið fór sína leið til Íslands, án þess að lögreglu grunaði hvað væri á seyði. Þeir sem komu við sögu málsins voru með talsvert fé á milli handana. Sverrir Þór Gunnarsson fór vorið 1998
til Kaupmannahafnar með erlendan gjaldeyri að jafnvirði 2 milljóna króna. Tollverðir stöðvuðu hann í Leifsstöð en yfirvöld töldu sig ekki hafa lögmæta ástæðu til að leggja hald á peningana. Og Sverrir Þór og ferðafélagar hans fóru út með féð. Hann sagðist ætla að kaupa bíl fyrir peningana ytra. Lögreglan fylgdist nánar með Sverrir Þór eftir þetta. Síðsumars 1998 fékk Gunnlaugur Ingi Bergsson nýjan sendil til starfa á Íslandi, Guðmund Ragnarsson, annan starfsmann hjá Samskipum. Hann tók að sér að ná í efnin úr gámunum í júní þetta ár og hélt því áfram rúmlega ár í viðbót. Guðmundur var jafn gamall Andrési og þeir voru yngstir í hópnum. Andrés var áfram í hlaupavinnu hjá Samskipum og hafði greiðan aðgang að vörugeymslu fyrirtækisins, en Guðmundur tók nú við hlutverki hans. Guðmundur fór 8 sinnum með fíkniefni upp í Elliðaárdal og faldi þau í svokölluðum Stínuskógi, samkvæmt fyrirmælum Sverris Þórs. Í fíkniefnaheiminum þessi háttur hafður á til að erfiðara sé að rekja tengsl á milli manna. Einn kemur fíkniefnunum fyrir á afreiknum stað og annar kemur og sækir þau, en viðkomandi hittast ekki. Guðmundur setti líka hassið í ruslatunnu fyrir utan heimili Sverris Þórs eða afhenti honum bakpoka með efninu. Hann afhenti líka fleirum úr hópnum hass. Guðmundur var mikilvægur hlekkur í smyglinu. Rúnar Ben Meitsland var á sama aldri og flestir hinna sem stóðu að smyglinu frá Danmörku. Rúnar Ben komst ungur í kast við lögin. Hann þekkti Sverrir Þór og félaga. Rúnar Ben átti erindi til Hollands í sumarbyrjun 1999 að heimsækja þar unnustu sína og félagar hans báðu hann að kaupa fíkniefni fyrir sig, enda voru þeir stöðugt að færa út kvíarnar. Í Hollandi var til nóg af fíkniefnum. Rúnar sá þarna stóra tækifæri. Í lok maí bárustu lögreglu svo upplýsingar þennan fyrirhugað innflutning. Þær styrktu raunar grun sem lögreglan hafði þegar í sömu veru. Héraðsdómur Reykjavíkur féllst á að lögregla mætti hlera síma Rúnars Bens Meitslands og komst að því að fíkniefnasmyglið væri enn víðtækara. Það teygði sig til fleiri landa. Símar hjá fleirum voru hleraðir og málið fór að taka á sig mynd. Þeir félagar útveguðu fé til kaupana. Sverrir Þór sendi fulltrúa sinn, Karl Mannum fertugt, til að ná í 2 milljónir króna í bankahólf þann 9. júní. Sendillinn var kallaður bankastjórinn. Sverrir Þór og Rúnar Ben fóru síðan nokkrum dögum síðar, hvor í sínu lagi, til Hollands og skoðuðu þar fíkniefni. Niðurstaðan varð sú að keypt voru 40 kíló af hassi, 17 kíló af maríjúana, að minnstakosti 1 kíló af kókaíni og 2 kíló af amfetamíni. Lögreglan fylgdist með ferðum þeirra félaga og hlustaði á símtöl þeirra. Hún hlustaði líka þegar Ólafur Ágúst og Júlíus Kristófer ræddu hvað eftir annað saman innflutninginn frá Hollandi. Ólafur Ágúst fór til Hollands í lok júní og kom fíkniefnunum fyrir bíl sem hann var að flytja inn fyrir annan mann. Hann bætti í fíkniefnapakkan 5.500 e-töflum, 3 kílóum af amfetamíni og 300 grömmum af kókaíni. Aldrei náðist að upplýsa bílinn eða eiganda hans, en fíkniefnin komu hingað til lands í bílnum í byrjun júlí. Nú á þessar stundu og vissu að við vorum búin að missa þessu pakki, en það var bara að elda okkur í því að halda áfram. Þannig vissu að þeir voru með einhverja leið, voru með innflutningsleið og það elda okkur í að halda áfram og ná þessum mönnum með að stoppa þennan innflutning. Sverrir Þór og félagar voru hins vegar ekki ánægðir með fíkniefnin sem komu. Einkum voru kannabisefnin léleg. 15 kíló af maríjúana sem búið var að greiða fyrir komu heldur ekki og það vantaði 600 grömm upp á amfetamínið. Sverrir Þór varð mjög reiður.
Þetta er þetta, ég verð að fá að sjá þetta. Það er alveg djöfulegt að láta hafa þar svona djöfulegt pípli, sko. Þetta er bara að láta maður sækja eitthvað svona helviti djöful. Djöful? Já, djöfulstu svikar rottan maður. Hann er bara búinn að ræna hinu peningunum líka. Ég er bara að fara út á morgun og tala við hann. Lögreglan hélt áfram að kortleggja fíkniefnasmyglið. Hún hleraði síma þeirra sem stóðu að því, veitti þeim eftirför og beið eftir rétta tækifærinu til að láta til skarar skríða. Þolinmæðin það sem skiptir öllu máli. Að grípa ekki inn í fyrr en á réttu augnabliki. Það má segja kannski lykillinn að árangri að sýna þolinmæði. Hlustunarherbryggið á lögreglustöðinni við Hverfisgötu var í raun miðpunktur rannsóknarinnar. Hlustunarherbyggi hjá okkur, að sá staði sem við vorum með hlustunina á. Við köllum það Hótel Helvíti. Þarna voru menn í gæsluvarðhaldi, má segja. Menn voru þarna, við vorum með 24 tíma vakt. Menn komast ekki frá tækjunum. Menn sváðu þarna inn á dýnum. Menn borðuðu þarna inni. Þarna var okkar verustaður í fleiri vikur. Lögreglan horfði fram hjá því að sumir hinna grunnuðu keyrðu yfir á rauðu ljósi eða fremdu önnur minni brot. Það var líka fylgst með þeim sem tengdust hinum grunnuðu og þegar bróðir eins þeirra var með skambissu í bíl sínum var sérsveit lögreglunar fengið til aðstoðar og maðurinn handtekinn ásamt félaga sínum. Byssan var á gólfi bílsins og fullt skotilki hjá henni. Engan þeirra grunnaði að hlustað væri á símtöl þeirra. Þegar komið var nokkuð fram á sumarið höfðu þeirra orði að þeir þyrftu að fara varlega því það væru löggur út um allt. Sverrir Þór hagnaðist vel á sölu fíkniefna. Hann hafði sjálfur í fórum sínum milljónir króna í reiðufé og léta aðra geyma fyrir sig fé. Sverrir Þór reyndi líka að koma peningum fyrir í löglegum fyrirtækjum, meðal annars í kjötvinnslunni Rímax. Hann keypti tæplega þriðjungi Rímax af Agli Ragnars Guðjónsson, tannlækni, fyrir 2 milljónir króna vorið 1999. Egill hafði hríð keypt kókaín af Sverrir Þór. Síðla sumars fór Sverrir Þór með ýmsum hætti að koma undan peningum sem voru afrakstur fíkniefna. Lögreglan var þá komin á hæla hans og fylgdist með öllu sem hann gerði. Að morgni þessa dags bað Sverrir Þór bankastjóra sinn að tæma bankahólf í Íslandsbanka á Smiðjuvegi þar sem hann hafði geymt milljónir króna. Sverrir kom síðan sama dag á tannlæknastofuna til Egils með rúmar 4 milljónir króna í reiðufé. Að stærstum hluta vöfðum inn í sellófanplast. Hann afhenti peningana og sagði að hægt væri að kaupa nýja kjötpökkunarvél fyrir þetta fé. Sverrir Þór var í annarlegu ástandi, hló mikið og virtist undir áhrifum fíkniefna. Egill fór með peningana í bankahólf í Landsbankann í Mjódd. Hann afhenti síðan lögmanni, sem hann skipti við, lyklana að bankahólfinu. Að beiðni Egils gerði lögmaður samning á skrifstofu sinni kaup Sverris á frekari hlut í Rímax fyrir 4 milljónir króna, sömu upphæð og var í bankahólfinu. Þetta leyti lét Sverrir Þór líka Ólaf Ágúst hafa milljónir króna í reiðufé. Sverrir Þór geymdi sömuleiðis mikið fé í skrifborðsskúffu í Rímax. Nokkrum dögum síðar kom að því að lögreglumennirnir losnuðu úr vítisvistinni og nú varð atburðarásin hröð. Leiguskip Samskipa, Savinur Jartimici, kom til Reykjavíkur þann 8. september frá Kaupmannahöfn. Tollverðir og lögreglumenn fóru borð og hófu umfangsmikla leit að hassi sem þeir höfðu vísbendingar að þeir leyndist í skipinu. Þær vísbendingar fengust þegar lögreglan hlustaði á símtöl hinna grunnuðu. Skipið var í herkví. Leitað var í hverjum gámunum á fætur öðrum sem voru teknir upp úr skipinu. Þeir voru settir á sérstakt leitarsvæði en ekkert fannst af hassinu. Hlé var gert á leitinni þegar starfsmenn Samskipa fóru heim nóttina og hluti af lögreglumönnum og tollvörðum. En þá kom samtal. Það sem kom fram, við varum ekki búin að finna þetta og þetta væri ennþá á staðnum. Það var allir mannskapurinn kallaður út aftur og við vorum með meira eftirlit því að við vorum hræddir að þeir myndu reyna að komast í skjóli myrkurs og ná í þetta. Hassið fannst loksins morgunun eftir í einum af síðustu gámunum sem leitað var í. 7 kíló vandlega falinn í bakpoka. Pókinn var í kassa sem leitarhundur tollgæslunnar sýndi mikinn áhuga. Þetta voru fyrstu fíkniefnin sem lögregla fann í málinu. Fjölmiðlar voru látnir vita hvað fundist hefði og málið varð aðal fréttaefnið.
Þann 9. september í haust fundu lögregla og tollgæsla fíkniefni í gámi hér hjá Samskipum við Holtabakka og í ljós kom að 3 af starfsmönnum fyrirtækisins tengdust vel skipulögðum smyglhring. Fíkniefnasmyglararnir urðu mjög órólegir þegar þeir fréttu að hassið hefði fundist og hringdu hver í annan. Sverrir Þór og Guðmundur Ragnarsson ákváðu að hittast í spilasalnum Háspennu við Hlemm rétt hjá lögreglustöðinni í Reykjavík daginn eftir. Sverrir hugðist ræða við Guðmund það hvað hann ætti að segja ef hann yrði handtekinn. Lögreglumenn sem unnu að rannsókn málsins héldu fund þennan dag og ákváðu að handtaka tvímenningana í Háspennu. Maður sem varð vitni að handtökunni gerði sér grein fyrir hvað væri að gerast og hringdi, að því talið í bróður sinn. Bróðirinn hringdi síðan í Herbjörn Sigmarsson út í Danmörku til að vara hann við. Herbjörn kom skilaboðunum áfram hingað heim, meðal annars til Ólafs Ágústs Ægissonar. Bróðir Ólafs, Haraldur Ægir Hraundal, bjó í Æsufelli 4 í Breiðholti og þangað héldu lögreglumenn ásamt tollverði með leitarhund fljótlega eftir handtökuna á Háspennu. Grunur lék á að í þeirri íbúð væri mikið af fíkniefnum. Bræðurnir voru hins vegar líka á leiðinu upp í Breiðholt, enda höfðu þeir verið varaðir við. Lögreglan bankaði á dyrnar í íbúðinni, en enginn svaraði. Í sama mund fengu lögreglumennirnir símtal frá félögum sínum á Hótel Helvíti að Ólafur Ágúst hefði verið varaður við og þeir ættu að fara inn. Nokkrum mínútum síðar kom Haraldur inn í íbúðina og var leið handtekinn. Rétt á eftir kom Ólafur Ágúst og var sömuleiðis handtekinn. Bræðurnir vissu að leiknum væri lokið og Ólafi Ágústi var mikið niðri fyrir. Hann spyr okkur strax hvort hann sé að fá 7 eða 10 ára á dóm og það gaf okkur ákveðna vísbendingar það hvað væri þarna inni af fíkniefnum. Ólafur Ágúst og Haraldur voru færðir til yfirheyrslu og lögregla hóf leit í íbúðinni. Hún var full af fíkniefnum. Þau voru í hverjum krók og kima, í eldhúsinnréttingunni, matvælabóksum og hvar sem hægt var að koma þeim fyrir. Fíkniefnin voru í flestum herbergjum og upp á eldhúsinnréttingunni fannst afsöguð haglabissa ásamt skotum. Að finna byssu í svona íbúð segir okkur það að menn eru þarna tilbúnir í rauninni að verjast. Hvort sem það er að verjast okkur eða öðrum aðilum úr fíkniefnaheiminum. Lögreglan var aðeins nokkrum mínútum á undan Ólafi Ágústi og Haraldi inn í íbúðina. Það skipti sköpum fyrir rannsóknina. Það að bræðurnir Ólafur og Haraldur hefði komið undan okkur á staðinn hefði getað þýtt að þeir hafa komið efnunum undan. Svo eins að það breytti miklu fyrir rannsóknina sjálfa að grípa á nánast glóðvalda með efnin í höndunum. Mér leið bara vel. Við vorum hissa á því að menn skyldu geyma allt þetta magn fíkniefna á einu og sama staðnum. Og að sjálfsögðu með þá vitneskju þann fíkniefnapakka sem kom inn til landsins vorum við ánægðir með það að ná hana þarna á þessum stað. Í íbúðinni fundust nær allar e-töflurnar sem komu frá Hollandi. 4 kíló af amfetamíni, 17 kíló af hassi og tæplega 700 grömm af kókaíni. Búið var að selja nokkuð af efnunum eða afhenda þau öðrum til sölu. Lögregla og tollverðir leituðu í íbúð Ólafs Ágústs Ægissonar við Kóngsbakka í Breiðholti sama kvöld og hann var handtekinn í íbúð bróður síns. Heima hjá Ólafi Ágústi fundust ýmis vopn, svo sem loftskambissa, gormakylfa, rafstuðbyssa, kasthnífar, auk handjárna. Eftir húsleitina, þegar lögreglan var farin, fór sambýliskona Ólafs inn í svefnherbergið. Þar var allt á rú og stúi og sængin og lakið út í horni. Hún lyfti dýnunni og við blasti 8,5 milljón króna í erlendum gjaldeyri og íslenskum krónum. Konan hringdi í kunningja á viðskiptafélag Ólafs Ágústs, Finn Sverri Magnússon. Hann kom
og fjarlægði peningana undan dýnunni. Sambýliskona Ólafs Ágústs hélt eftir hátt í 300.000 krónum en Finnur Sverrir eyddi sjálfur megninu af fénu. Handtökuskipun hefur verið gefin út á hendur 2 Íslendingum í Kaupmannahöfn og þeirra ákaft leitað. Lögregla vildi ekki staðfesta upplýsingar að mennirnir væru flúnir frá Danmörku suður á bóginn. 2 lögreglumenn fóru héðan til Danmerkur 13. september til að handtaka Gunnlaug Ingibergsson og Herbjörn Sigmarsson. Þegar þeim var veitt eftirför í Kaupmannahöfn fóru þeir inn á netkaffi. Þegar þeir komu þaðan út, komust þeir undan lögreglumönnunum. Tvímenningarnir höfðu þá séð netútgáfur íslenskra fjölmiðla þar sem sagt var frá því að komist hefði upp smyglið. Danska lögreglan handtók Gunnlaug og Herbjörn í Kaupmannahöfn 20. og 7. september. Flogið var með þá hingað heim 2 dögum síðar. Júlíus Kristófer var handtekinn að kvöldi 23. september þegar hann kom út úr kvikmyndahúsi. Rúnar Ben var handtekinn á heimili sínu 1. október. Segja má að stóra fíkniefnamálið sé í raun nokkur mál sem tengist í gegnum sömu mennina en fíkniefnin voru aðalega flutt frá Danmörku og Hollandi. Þessi skýringamynd lögreglunnar sýnir nánar hvernig nokkrir menn voru í lykilhlutverkum að áliti þeirra sem rannsökuðu málið. Milli þessa fólks streymdu fíkniefni og mikið af peningum. Milljónir króna voru geymdar í innkaupapókum, heima hjá sakborningum, á vinnustöðum eða hjá fólki sem þeir þekktu. Lögregla taldi sig líka hafa upplýsingar að fíkniefnasalarnir hefðu farið í sumarbústað og setið þar við að telja peninga helgar langt. Fleiri höndluðu líka með fíkniefnagróða. Megin áherslur efnahagsbrotadeildar við rannsókn þessa máls var að fyrsta lagi að haldleggja, kyrrsetja og finna, leita að öllum eigum sem sakborningarnir áttu með það fyrir augum að tryggja að þeim geti ekki skotið undan. Í öðru lagi að kortleggja fjármála umsvif þessar einstaklinga með því að finna út hvað keyptu þau mikið af gjaldeyri, hver að velta þeirra á bankareikningum og svo framvegis. Nú í þriðja lagi, eftir að rannsókninni miðaði fram, þá bættust inn rannsóknir á peningaþvættis hluta málsins sem lauk svo með 5 dómum héraðsdóms í þeim málum. Efnahagsbrotadeildin lagði að halda á og kyrrsetti peninga og verðmæti upp á rúmar 48 milljónir króna. 7 voru ákærðir í einu málinu sem snerist einkum rúmdýnu peningana. Þessir sakborningar tengdust í raun allir fjölskylduböndum. Þannig að þetta var svona úr þessu, ef ég má svo orði komast, hálfgerður fjölskyldu harmleikur að þarna var fólk sem kannski hafði ekki ætlað eða var ekki tilbúið að taka þátt í fíkniefnaviðskiptum sem að tengdist eða dróst inn í þetta mál vegna skyldleika og vegna greiðasemi við ættingja sem hafði tengslu þennan fíkniefna heim. Einn sakborningana, kona á 50-aldri, tók til dæmis við 33.000 hollenskum gillinum og setti peningana inn í spegilramma sem hún bjó til. Hún segist hafa sett pókana með peningunum inn í ramman í staðinn fyrir fröðplast sem hún notaði annars til að lyfta honum og síðan hafa hún setti lím, mósaík og fúa yfir. Hjá mörgum þessara einstaklinga var lífstíllinn mjög dýr. Þarna virtist það verið ákveðið mjög snemma að fjárfesta í BMW-bifreiðum, Rolex-úrum og þvíumlíkum hlutum sem yfirleitt eru merki ríkidæmi og stöðu hjá flestum. Gjaldeyrisviðskipti í stóra fíkniefnamálinu voru afar umfangsmikil og fjöldi manns kom þar við sögu. Varðandi veltuna þá rannsökuðu við sérstaklega hver veltan var sem sagt í þeim gjaldeyri sem var keyptur og fluttur úr landi til kaup á fíkniefnum og greiðslu annars kostnaðar sem þar kom fram. Og sú rannsókn leiddi í ljós að það voru rúmar 100 milljónir sem var keypt af gjaldeyri sem sagt vegna þessa máls. Peningarnir sem voru á ferðinni í innkaupapókum eða voru geymdir undir rúmdýnunni voru það stórum hluta frá Sverri Þór Gunnarsinni. Við rannsókn okkar á þætti Sverris Þórs Gunnarssonar í málinu að þá
samkvæmt hans útreikningu var hans velta sem sagt rúma 50 milljónir á árunum 1998-1999. Hans eigin velta. 70 einstaklingar komu við sögu í rannsóknum lögreglunar á gjaldeyrisviðskiptunum. Ef við reynum að hugsa okkur þetta sem píramída þá Sverrir Þór á toppnum og síðan eru hans nánustu samstarfsmenn næsti fyrir neðan og síðan dreifist þetta út þannig að sumir þeir sem eru kannski svona niður undir miðju píramída segja þar fyrir neðan það eru menn sem Sverrir Þór sér aldrei. Þekkir ekki neitt. En allt voru þetta peningar sem frá honum komu og fóru með einhverjum hætti sem sagt að hans frumkvæði til útlanda. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra ákærði 3 menn fyrir að skipta gjaldeyri í bönkum hér á landi eða flytja peninga út til að kaupa fíkniefni. Ákveðið var að ákæra einungis þá sem áttu umfangsmestu viðskiptin. Alls voru 13 manns ákærðir fyrir peningaþvætti og réttaði yfir þeim í nokkrum hópum. Ríkissaksóknari ákærði 19 manns í þeim hluta málsins sem snerist sjálfan fíkniefnainnflutningin. Það sem ég fannst erfiðast í réttarhöldunum, það held ég að vera að segja að var þegar að dómari ákvað þannig að voru til að fresta málunum fram á haustið og ákæruvaldið ákvað að láta það ekki viðgangast og kæra það til Hæstaréttar. Og það skapaði svona til að byrja með í málunum nokkra spennu á milli dómara og ákæruvald sem var svolítið erfitt að vinna við. Niðurstaðan varð sú að Hæstiréttur skipaði Héraðsdómi Reykjavíkur að ljúka málinu þetta sumar. Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp sinn dóm í málinu í lok júní. 13 sakborningar voru dæmdir í hátt í 50 ára fangelsi samanlagt. Ólafur Ágúst Ægisson var dæmdur í 9 ára fangelsi. Sverrir Þór Gunnarsson var dæmdur í 7,5 árs fangelsi. Júlíus Kristófer Eggertsson fékk 5,5 árs fangelsi. Dómurinn var þyngdur í Hæstarétti í 6 ár og 8 mánuði. Gunnlaugur Ingi Bergsson hlaut 4,5 árs fangelsi. Rúnar Ben Meitsland var dæmdur í 4 ára fangelsi. Guðmundur Ragnarsson var dæmdur í 3,5 árs fangelsi. Herbjörn Sigmarsson fékk 2,5 árs fangelsi. Haraldur Ægir Hraundal Ægisson var dæmdur í 2 ára fangelsi. Andrés Ingibergsson hlaut 15 mánaða fangelsi. Hæstiréttur þyngdi dóminn yfir Júlíusi vegna þess að hann rauf reynslulaust með broti sínu. Hann hefur ávallt neitað öllum sakargiftum og aðrir sakborningar drógu til baka fyrri framburði að hann hefði verið viðriðinn smyglið. Dómarar á báðum dómstigum trúðu hins vegar ekki þeim skýringum sem sakborningarnir gáfu á breyttum framburði. Upptökur á símtölum Júlíusar við félaga sína þóttu líka sanna þátt hans í innflutningnum frá Hollandi. Rétt að hafa í huga að sakborningarnir voru einungis sakfelldir fyrir þau fíkniefni sem bárust hingað frá Hollandi, ekki þau sem þeir keyptu úti en ekki skiluðu sér. Ákærurnar hljóðuðu upp á innflutning á rúmlega 240 kílóum af fíkniefni. Dómstólar töldu að sanna mætti innflutning á innan við helmingi af því magni 90 kíló. Þannig var Herbjörn Sigmarsson sakfelldur fyrir innflutning á 13 kílóum af hassi af 159 sem hann var ákærður fyrir. Þessi ákæra var byggð á vísvísandi framburðum sakborninga
Þannig að sko, það engin áfellisdómur þó að niðurstaðan hafi verið þessi. Menn voru dæmdir í þungar refsingar fyrir innflutningu fíkniefna sem aldrei voru handlagt. Við teljum það að höfuðburðin í þessu máli hafi verið mjög umsvifamiklir og það sýndi sig fljótlega eftir að þetta mál komst upp að það var skortur á fíkniefnum hér á markaðinum. Hagnaður Sverris Þórs af fíkniefnasölunni var yfir 20 milljónir að áliti dómstóla. Lögregla lagði hald á hluta peningana, en Sverrir Þór hefur staðið skil á afganginum. Sumir hinna sakborningana hafa verið teknir til gjaldþrotaskipta en ekki Sverrir Þór. Saga hans er athyglisverð. Hann leitist snemma út í eiturlyfjaneyslu. Sverrir Þór Gunnarsson, þegar ég segi hans sögu aðeins, þá var að ég byrjaði í fíkniefnadeild 12. júlí 1991. Þá hann bara svona púki, neyslupúki. Hlaupatí kannski og liggur bara í einhverjum herbyggjum þar sem hann fær að vera. En síðan sjáum við þróun á honum. 92, 93, þá höfum við mikil afskipt á honum og eins Rúnar B. Meðsland. En við sjáum þróunna hvernig hann þróast úr því að vera neyslupúki upp í það að vera sölumaður og hvernig hann breytir lífstíl. Hann fer að búa sjálfur, það snyrtilegar íbúðirnar hjá honum, sem hann byrji, fyrst leiguíbúðir. En síðan fer hann að geta fjárfest og kemur upp í það veldi sem hann þegar við tökum hann. Hann á orðið eignir, hann á orðið góða bíla, í mjög dýrum fatnaði, hann lifir mjög hátt. Dómar héraðsdóms og Hæstaréttar yfir þeim sem komu undan fíkniefnagróða mörkuðu tímamót í íslenskri réttarsögu. Þetta var í fyrsta skiptið sem reyndi á lagaákvæði peningaþvætti fyrir dómstólum. Finnur Sverrir Magnússon var dæmdur í 16 mánaða fangelsi. Hann flækti aldraðri móður sinni í peningaþvætti. Sambýliskona Ólafs Ágústs var dæmd í 10 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Egill Ragnars Guðjónsson var dæmdur í 20 mánaða fangelsi. Lögmaðurinn sem gerði Rímax-samninginn var sýknaður af þátttöku í peningaþvætti. Síðasti dómurinn í stóra fíkniefnamálinu féll rúmlega 2 árum eftir að sá fyrsti var kveðinn upp. Sakborningar hafa ekki viljað veita viðtöl vegna vinnslu þessa þáttar, en sumir tjáð sig málið í skjóli nafnleyndar. Þeir vilja tala sjálfa sig sem heildsala og mótmæla því að þeir hafi verið búnir að stofna glæpahring. Sakborningarnir tala sumir að þeir hafi selt fíkniefni til að fjármagna eigin neyslu. Það séu ýkjur að þeir hafi lifað svona flott eins og lögregla vill gefa til kynna. Margir sakborningarna hafa sest á skólabekk á Litla-Hrauni. Sumir saka lögregluna að hafa beitt óeðlilegum þrýstingi. Lögreglan vísar því alfarið á bug og bendir á að dómstólar hafi engar athugasemdir gert við rannsóknaraðferðir. Dómstólar úrskurðuðu að gera ætti upptækan fíkniefnagróða að andvirði rúmar 56 milljónir króna. Lögregla útilokar ekki að sumir þeirra hafi komið undan fé sem þeim hafi áskotnast af sölu fíkniefna. Ég get nú ekki svarað fyrir það nákvæmlega en hins vegar hafa okkur borist óstaðfestar upplýsingar að þeir hafi komið peningum undan. Málskjöl í stóra fíkniefnamálinu, Operation Wipeout, eins og lögreglan kallaði málið, eru rúmlega 2300 síður. Þetta mál hefur markar dálítið tímamót hjá lögreglunni að takast á við svona gríðarlega skipulagningu og að ljúka málinu með þessum hætti tel ég að lögreglan hafi gert þarna, má segja, þrekvirki á þessu sviði. Sverrir Þór Gunnarsson getur í fyrsta lagi átt von á að losna úr fangelsi árið 2004 miðað við að hann afpláni 2/3 af refsingu sinni. Ólafur Ágúst Ægisson losnar vart fyrr en árið eftir. Hann þarf að lágmarki að afplána 6 ár af 9 ára dómi sín. Gæsluvarðhald sem sakborningarnir sátu í dregst frá refsingu þeirra og því hófu þeir í raun afplánun leið og þeir voru handteknir. Þetta mál og öll þessi mál, þetta auðvitað mannlegur harmleikur því að allir þessi menn eiga fjölskyldur
foreldra, systkini og annað. Þetta ekki bara sem snertir þessi einstaklingar sem eru dæmdir, heldur snertir þetta alla fjölskyldunar. Systkini, yngri systkini sem verða fyrir aðkast í skólum eða börn. Þannig svona mál snertir mjög stóran hóp í þjóðfélaginu.